Komiði sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Klingenberg, ég spámaður og lífskúnster. Hver sá sem hlustar á þennan disk þarf að hafa einlægan vilja til að taka þá ákvörðun að njóta lífsins. Ég vil benda þér á að hafa þennan disk í bílnum hjá þér og hlusta á hann þegar þú ert ein, helst á hverjum degi, minnst í 10 daga. Þetta er samansafn af reynslu minni, skoðunum og hugmyndafræði sem ég hef tínt til héðan og þaðan og hef tilengað mér. Hamingjan er ekki sjálfgefin. Hún dettur ekki af himnum ofan. Maður þarf að vera meðvitaður til að vera hamingjusamur. Eina manneskjan sem getur gert þig hamingjusaman ert þú sjálf. Ég er að verða 50, ég hef aldrei verið eins hamingjusöm og ég er í dag. Ég lít betur út en þegar ég var 30 og ég hef helmingi meiri orku en þegar ég var 20. Í gegnum lífið hef ég haft mikinn áhuga á mannrækt og svo áhugi kviknaði þegar ég var 18 ára gömul. Ég var ástfangin af ungum pilti sem var í mikilli óreglu. En það kom í ljós að hann hafði engan áhuga á fröken Klingenberg. Fylltist ég mikilli ástarsorg og fannst mér ég vera eina konan í heiminum sem hafði upplifað þá sorg. Ég hélt að það myndi aldrei koma sá dagur að ég yrði kát aftur. Ég lokaði mig algjörlega af, hafði engan áhuga á lífinu og tók á lokum þá ákvörðun að gera tilraun að svipta mig lífi með því að taka mikið magn af töflum. Sem betur fer heppnaðist þessi tilraun ekki, en ég hélt áfram að vera gífurlega þunglynd. Til mín kom þá kona sem heitir Erla og gaf mér bókina Lífsgleði njóttu eftir Dale Carnegie. Í bókinni voru dæmisögur af manneskjum sem voru að drepast úr volæði, áttu ekki bót fyrir boruna á sér og svo framvegis, en eingöngu með því að taka þá ákvörðun að sigra og ná árangri breyttist allt líf þeirra. Höfundurinn Dale Carnegie sýndi mér einnig það að ég get það sem ég vil og allt er mögulegt. Carnegie vitnar meðal annars í orð Henry Ford, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, sem sagði: hvort sem þú heldur að þú getir gert hlutina eða ekki, þá hefurðu rétt fyrir þér. Ég ætla að lesa þessa setningu aftur, mér finnst hún svo ofboðslega mikilvæg. Hvort sem að þú heldur að þú getur gert hlutin eða ekki, þá hefurðu hárrétt fyrir þér. Eftir að ég las bókina, opnaðist fyrir mér nýr heimur. Það sótti að mér mikil þrá að komast að öllu sem ég gæti gert til að efla lífskraftin. Og mér var það ljóst að það sem skipti mestu máli í lífinu er að taka ákvörðun. Þú getur breytt lífið þínu á 12 mínútum með því að taka ákvörðun. Hvaða ákvörðun ætlar þú að taka í dag? Til dæmis, hver sem hlustar á þennan disk þarf að hafa einlægan vilja að taka þá ákvörðun að njóta lífsins. Ert þú tilbúin? Sem dæmi. Ætlar að hafa góðan dag? Það er ákvörðun. Ætlar að vera hamingjusöm? Það er ákvörðun. Ætlar að vera í fúlu skapi? Það er kannski ekki svo rétta ákvörðun, en það er þó ákvörðun. Leið og þú tekur ákvörðun, þá byrja hlutinir að gerast.
Það sem ég hef lært til dæmis að það eru staðhæfingar sem breyta lífi þínu og þú verður alltaf að staðhæfa í núinu, annars virka staðhæfingar lítið sem ekkert. Samanber. Ég er hamingjusöm í staðinn fyrir ég verð hamingjusöm. Ég er hraust í staðinn fyrir ég verð hraust. Ég á alltaf nóg af peningum í staðinn fyrir ég mun eiga nóg af peningum. Sálin samanber undir meðvitund, meðtekur skilaboðin eins og unga barn. Hún gerir ekki greinarmun á réttu eða röngu. Því tekur hún öllu sem þú segir sem sannleika og fer eftir því. Til dæmis ef þú segir, ég er aumingi, ég get aldrei klárað þetta. Þá meðtekur undir meðvitundin það sem sannleika og fer eftir því. Þess vegna er svo mikilvægt að vanda hvað maður segir og hugsar. Orð eru álög. Allt sem þú segir eru álög þín. Sterkasta staðhæfingin fyrir sálina er: ég elska lífið. Ég elska líkama minn. Ég elska náttúruna. Ég elska vini mína. Ég elska vinnuna mína. Ég elska heimili mitt. Ég elska fötin mín. Ég elska peninga. Ég elska að vera til. Ég elska. Allt sem að þú elskar muntu draga að þér. Það er lögmál. Þakklæti. Eitt það mikilvægast í heimi er þakklæti. Svo þú skalt þakka fyrir þig oft á dag. Það er sífellt verið að senda til þín hugboð til að hjálpa þér. Fyrsta hugboðið sem að þú færð er nánast alltaf það rétta. Ef þú vantreystir hugboðinu, gerir þú yfirleitt rangt. Sérfræðingar segja að við notum aðeins 5–10% af heilanum sem mér finnst nú heldur lítið. En ef þú treystir á yfirvitunduna sem sumir kalla sál, þá gengur lífið miklu betur. Þegar þú kemur inn í herbergi, þá fyllir sálin herbergið. Sálin er endalaus orka. Það er sagt að þegar þú deyrð, þá léttistu 21 gramm sem er þá þyngd sálarinnar. Athyglisvert, ekki satt. Hefurðu tekið eftir því að fólk sem hefur lent í hörmulegum atburðum, sem dæmi, mist frá sér barn, lamast og eitthvað þaðan að verra, hefur jafnvel þakkað fyrir þessa lífsreynslu, því það hefur veitt þeim nýja sýn á lífið. Reyndu að vera þakklát fyrir allt, án þess að þurfa að fara í gegnum svona reynslu til að kunna að meta lífið. Segðu, takk fyrir lífið. Ég elska lífið. Halleluja, amen. Þeir sem eru alltaf bölvandi í umferðinni
gefandi öðrum illt auga, síflautandi, að rífast og skammast, eru akkúrat þær týpur sem ég langar alls ekki að umgangast. Ég segi við dóttur mína að hún eigi að velja sér mannsefni eftir því hvernig hann keyrir bíl. Ef hann þolinmóður og geðgóður í umferðinni, þá hann það einnig á heimilinu. Ef hann tillitssamur við gömlu konurnar sem stoppa á græna ljósinu, eða gamla mannin sem keyrir löturhægt, þá verður hann einnig tillitssamur á heimilinu. Persónuleiki fólks sést langar leiðir á því hvernig hann hagar sér í umferðinni. Hagar þú þér vel í umferðinni? Hinir ýmsu vonbiðlar hafa verið að hringja í dóttur mína. Ég tók eftir því að hún var sérstaklega kát þegar drengur nokkur sem var að vinna á þekktri útvarpsstöð var að hringja í hana. Hún sagði mér að hann væri svo sætur við hana, alveg sama hversu pirruð og úrill hún væri. Þá sagði hann alltaf: Elskan, ekkert mál elskan, líður illa elskan. Þá sagði hún við hann: Mér finnst þú svo jákvæður. Þá svaraði hann: Sko, hún mamma mín sagði við mig að ég þyrfti bara að kunna segja já elskan. Þá yrðu aldrei nein vandamál í mínum samböndum við konur. Ég hef sagt þessa sögu við nokkur hjón og pör sem ég þekki. Og þetta hefur breytt ástandinu til hins betra á heimili þeirra, að minnsta kosti, að einhverju leyti. Svo strákar, muniði, já elskan. Það þýðir ekki að þið þurfi að vera skoðanalausin í sambandinu. Þið endið bara setninguna á já elskan. Orð eru álög. Kafli 3. Þegar þú vaknar þá mótaru daginn þinn. Ef þú vaknar með leiðindum og blótar vinnu þinni í sand og ösku, veðurfarinn á Íslandi og segir ég vil hata þetta líf, þá ertu búin að móta daginn þinn með huga þínum. Ekkert mun hreinlega ganga upp. Því hugurinn hefur farið á undan þér með þessar skipanir í hattinum sínum. Orð eru álög. Og þess vegna mikilvægt að hugsa fallega þegar þú vaknar. Ef einhverjar leiðilegar hugsanir læðast að þér, þá skaltu bókstaflega henda þeim og þá mun allt ganga betur. Gott að byrja daginn á jákvæðum staðhæfingum. Helst líta í spegilinn og segja: Ég elska þig. Þá mun spegillinn segja á móti: Ég elska þig. Núna í þessum töluðum orðum verið að útbúa risaspegil fyrir mig, þar sem ég læt skrifa jákvæðar staðhæfingar á. Á miðjum speglinum stendur: Þú ert frábær. Efst í horninu stendur: Góðan daginn. Og jafnvel fleiri setningar sem hressa mig við. Mundu líka í hvert sinn sem þú segir góðan daginn við einhvern, þá mun lífið senda þér betri dag. Og í hvert skipti sem þú brosir til einhvers, þá mun lífið brosa til þín tilbaka. Því lífið spegill. Það speglar allt sem þú gerir og segir. Sem dæmi. Ef að þú sendir frá þér reiði, þá færðu meiri reiði tilbaka.
Ef að þú sendir frá þér ást, þá færðu ást tilbaka. Svona einfalt þetta. Allt lífið er spurning ást. Það er spurning að elska. Kærleikurinn er sterkasta orka alheimsins, en fyrst og fremst verður þú að elska þig sjálf. Að elska sjálfan sig. Þegar þú fæðist á þessari jörð, þá finnst þér þú vera stórkostleg. Þér er alveg sama hvað aðrir að hugsa. Þótt þú væri berrössuð og búin að kúka upp á haus, þá brosirðu bara framan í heiminn. Og allir brosa við þér. Þú veist að þú getur allt, því að enginn er búin að kenna þér annað. En síðan er byrjað að ala þig upp. Og það er reynt að breyta þér að sjálfsögðu með það besta fyrir þig í huga. Það er jafnvel sagt við að þú sért ofvirk, misþroska, frek, löt, gerir aldrei neitt rétt. Þá ferð að vera hrædd. Þér finnst þú ekki lengur neitt stórkostleg. Óttinn er þitt versta veganesti. Ef að þú óttast að geta ekki eitthvað, þá geturðu það ekki. Ég ætla að biðja uppalendur, númer 1, 2 og 3, að hrósa. Ef þú hrósar barni eða viðkomandi, þá hrósar lífið þér tilbaka. Mundu það, þó þú sért fullorðin, þá mundur ekki sífellt vilja láta tala það sem þú getur ekki. Eins og þú værir misþroska, löt, frek og svo framvegis. Sálin þín er eins og stór tölva. Þú forritar börnin þín og ert sjálf forrituð af foreldrum þínum og umhverfi. Þegar ég fékk Dale Carnegie bókina, Lífsgleði njóttu, þá sá ég að ég réði þessu sjálf. Svo ég byrjaði hægt og rólega að forrita sjálfan mig upp á nýtt. Fyrirmyndir. Í fyrsta lagi þarft að velja þér fyrirmyndir og það er ekki endilega foreldrar þínir í einu og öllu. Þú þarft að velja í huganum þann sem þú lítur mest upp til og segja sálinni: svona vil ég vera. Þegar ég var 20 voru fyrirmyndir mínar, til dæmis Auður Haralds og Bryndís Schram. Ólíkar, ekki satt. Ég las ævisögu Auðar Haralds, kvundashetjuna, á þessum aldri og finnst mér sú ævisaga ein besta sjálfshjálparbók sem ég hef lesið. Í fyrsta skiptið sem ég las hana, þá hló ég. Í annað skiptið sem ég las hana, þá grét ég. Í gegnum tíðina hef ég bætt við fleiri fyrirmyndum, til dæmis Helgu Brögu. Í hvert skipti sem ég hugsa til Helgu Brögu,
þá verð ég hressari og mér líður betur. Sú hugsun gerir mig glaða. Eitt sinn var ég að horfa á Helgu Brögu í viðtali. Það var áður en ég kynntist henni. Þar sem hún var að segja frá kvennaferðun sem hún var að fara í með Eddu Björgvins. Ég sagði við sjálfan mig og alheimsorkuna: það er hægt að hringja í mig, biðja mig að koma með. Og viti menn, 2 mánuðum seinna var hringt í frú Klingenberg og ég beð henni að koma með. Þar kynntist ég þessari frábæri konu, henni Helgu Brögu. Ragga Gísla er einnig mín fyrirmynd, sterkur og þorinn karakter. Og svo er Dorrit forsetafrú nýkomin í fyrirmyndaflokkin minn. Hún þorir að vera hún sjálf. Hún sagði meðal annars í viðtali að hún skipti oft föt á dag. En skemmtilegt. Talandi föt, þá finnst mér alveg magnað hvernig orkan mín breytist þegar ég skipti föt. Ég elska fötin mín. Ef þú ert í leiðu skapi, þá puntaðu þig og brostu í spegilinn. Þú ert þinn eigin gæfusmiður. Þú verður að passa þig á því að kenna ekki neinum hvernig er komið fyrir þér í lífinu. Jafnvel þó að þú hafi lent í misnotkun, verið svikin, yfirgefin og svo framvegis. Sálfræðingar segja að 85% manna hafi upplifað hræðilega hluti á sínum yngri árum. Þú getur sífellt látið það eyðileggja fyrir þér daginn og lífið almennt, en þú hefur val til þess að taka ákvörðun að eiga gott líf. Ekki einu sinni í 1 mínútu átt að láta þann sem hefur farið illa með þig eiga útibú í heilanum á þér. Þú skalt segja upp leigusamningi strax. Þú ein getur ritskoðað þinn hug. Það hugsar enginn í þínum heila nema þú sjálf. Spáðu í það. Dæmisaga. Maður nokkur hafði misst allt. Konan hafði skilið við hann og farið með börnin. Hann hafði fjárfest fyrir alla peningana sína í flugfélagi sem fór á hausinn. Hann var aleinn og yfirgefinn af öllum. Hann tók það nauðsynlegasta, setti í tösku og fór til Indlands. Hann vildi leita að tilgangi lífsins sem honum fannst enginn. Honum var bent á að tala við frægan indverskan gúrú. Hann sagði gúrúunum sögu sína, hálf grátandi. En þá sagði gúrúin: Nú er tími til að opna kampavín. Nú skulum við kætast. Þú getur byrjað algjörlega nýtt líf. Það er ekkert í fortíðinni sem getur hindrað þig. Vini mínum var mjög brugðið, en áttaði sig seinna á því að þetta var mikil viska. Þú getur breytt lífi þínu. Það eina sem þú þarft er einlægur vilji. Ég segi, þú getur allt sem þú vilt. Það eru engin takmörk. Þú þarft bara að taka ákvörðun
og breyta huganum þínum markvisst. Þegar þú breytir hugsunum þínum, breytist heimurinn í kringum þig. Fortíðin lokast og framtíðin kemur. Þú verður að segja við lífið að þú sér tilbúin. Ég er tilbúin að fá hærri laun. Ég er tilbúin að fá góðan kærasta. Eignast fleiri og góða vini. Kaupa mér flottan bíl sem ég á skilið og muna að segja alltaf, og hlustiði vel á, muna alltaf að segja, ég á þetta skilið, ég á allt gott skilið. Halleluja, amen. Leið og sál þinni finnst hún eigi eitthvað skilið. Þá fer hún út í alheiminn og sækir það sem þig vantar í það skiptið. En þú verður að trúa því. Jæja, hérna er dálítið hressandi dæmisaga sem gerðist fyrir nokkrum mánuðum síðan. Ég var að keyra heim á risastóra, eyðslumikla Ford Wingstar bílnum mínum. Ég var aðeins dálítið leið út í bílinn vegna þess að hann eyddi alveg gífurlega miklu bensíni og bílanatíðnin var orðin aldeilis há. Ég var orðin dálítið þreytt á þessu og sá að eitthvað þyrfti að breytast. Ég elskaði bílinn minn. Hann var yndislegur, en ég var alveg orðin tilbúin fyrir breytingu. Þá ímyndaði ég mér að ég þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur og ég æki á nýjum bíl sem einhver annar hjálpaði mér með. Þegar ég leit í kringum mig, sá ég það fyrir mér að ég sæti í þessum nýja fína bíl og ég var rosalega ánægð með það. Ýmislegt þurfti að gerast til að þessi ósk rættist. En viti menn, innan 10 klukkustunda frá þessari hugsun út í alheiminn hafði dóttir mín klessukeyrt Wingstarinn minn. Hann var kominn í bílakirkjugarðinn. Ég átti engan pening á þessu tímabili til að bjarga mér út úr þessari klemmu. Þá hringdi síminn. Í símanum var besti vinur minn sem að staddur var þessa stundina á Kanaríeyjum. Ég sagði honum sorgarsögu mína og hann sagði: Bíddu alveg róleg, fröken Klingenberg. Ég hringi aftur í þig eftir 20 mínútur. Þegar hann hringdi aftur, sagði hann: Mér fannst alveg út í hött að láta hana Klingenberg vera bíllausa, svo ég hringdi í vin minn sem á bílalegu og þín bíður nýr bíll sem þú getur verið á eins og þú vilt, kæra. Ég náði í bílinn. Hann var nákvæmilega eins og ég hefði ímyndað mér. Þegar ég keyrði heim, gerði ég mig grein fyrir að ósk mín hafði ræst á fáeinum klukkustundum. Svona dæmi geti ég talið upp endalaust og eflaust þú líka, hugsaði Kafli 7. Jákvæð hugsun gerir kraftaverk. Þegar þú vaknar á morgnana átt að segja eitthvað fallegt út í heiminn eins og: Ég er heppin. Þá verðurðu heppnari. Þá áttu líka að blessa fötið þín. Þér þarf að þykja vænt fínu peysuna þína, fallegu skóna þína, því þá seturðu jákvæða orku í fötin þín
og þú byrjar að skína enn meir. Ára þín verður bjartari. Þegar þú klæðir þig í fötin þín, þá klæður þig í daginn. Merkilegt, ekki satt. Ef að þú hefur séð heimildarmyndina, eða heimildarmyndirnar, réttara sagt, What the Bleep Do You Know, eða Miracles of Water, þá veistu hvað ég á við. Þar eru þekktir stærðfræðingar og eðlisfræðingar látnir mæla hugarorku. Sem dæmi tóku þeir 2 flöskur af vatni og skrifuðu á aðra viðbjóður, en á hina flöskuna fallegt. Þeir settu síðan vatnið undir mikróskóp og margfölduðu það 1000-falt. Á flöskunni, sem þeir höfðu skrifað fallegt, höfðu myndast 1000 fallegra ljóskristalla. En á flöskunni, sem stóðu viðbjóður, höfðu mólíkúlur, já, það eru mólíkúlur í vatni, þá höfðu mólíkúlunar dregið sig saman og orðið aumingilegar. Sérðu þetta fyrir þér? Þvílík áhrif, ekki satt. Og veistu hvað? Þú ert 75% vatn. Já, elskan. Þetta er sko ekki fita. Þess vegna skaltu muna í hvert skipti sem þú lappar fram hjá speglunum og hugsar eða segir eitthvað neikvætt, eins og maður gerir svo oft, þá sendir spegillinn til þín orðin aftur og mólíkúlurnar í vatninu sem líkaminn þinn inniheldur dregst saman. Áran þín dregst saman, þar að leiðandi, þú tapar orku og hlutinir ganga ekki eins vel. Þess vegna skiptir það öllu máli að í hvert skipti sem þú gengur fram hjá spegli að hugsa og segja eitthvað jákvætt við þig. Elskaðu sjálfan þig, brostu til þín. Segðu eitthvað fallegt. Byrjaðu núna, strax á þessu. Allar frumur senda frá sér vissa tíðni. Það hefur verið sannað af virtum eðlisfræðingum. Eftir því sem þú hugsar jákvæðar, því meira hækkar tíðni frumana. Frumur skipta sér svo ört að það er hægt að lækna sig á augabragði. En þú verður að trúa því. Þú verður að æfa þig. Þú verður að trúa því af öllum lífs- og sálarkröftum. Ég er með 12 stóra spegla heima hjá mér og ég hef kennt börnunum mínum að segja jákvæðar staðhæfingar við spegilinn. Margir segja við mig, hvort sem það er smjaður eða ekki, að börnin mín séu myndaleg. Ég segi að stór partur af því sé vegna þess að þau eru ánægðari ef að þau eru ánægð með spegilmynd sína. Hugsaðu fallega til spegilsins. Segðu falleg orð til þín. Þá munu ljóskristallarnir hækka tíðnina í líkamanum þínum og allt fyrir að ganga betur. Ég er alltaf að reyna að kenna fólki þessi vísindi vatn. Pétur sonur minn kom heim daginn og sagði: Ég er með svo mikinn höfuðverk. Þá sagði ég: Pétur minn, drekktu fullt glas af vatni og höfuðverkurinn mun hverfa. Þessi yndislegi drengur minn hefur aldrei verið hrifinn af vatnsdrykkju. Fundist algjör óþarfi að vera að þamba vatn daginn út og inn, svo hann sagði við móður sína: Mamma góða, það virkar ekki neitt. Fór ég þá fram í eldhús og fyllti stórt glas að vatni og sagði: Sonur sæll, þú færð 100 kall fyrir hvert sopa sem þú drekkur. Pétur sá sér ávinning í þessu, svo hann drakk vatnið
í 47 sopum. Þegar hann hafði klárað glasið var höfuðverkurinn horfinn. Þetta var nú góð lexía fyrir hann og góð fjárfesting fyrir mig. Bara það að fá drenginn til að drekka vatn á eftir að breyta lífi hans og hverjum degi. Og bara það að fá drenginn til að trúa á það að vatn skipti máli er mikilvægt. Og þá erum við komin að hamingjunni. Það er sko góð tilfinning að vera hamingjusamur. Og í raun og veru kannski það eina sem við viljum. Þess vegna skulum við fara að æfa okkur. Vakna á hverjum degi og segja: ég er hamingjusöm. Ég er hraust. Ég er frábær. Og ég elska lífið. Þó að þú sért veik eða hafir verið veik, skaltu alltaf segja samt: ég er hraust, til að vera hraustari. Eftir því sem að þú segir oftar jákvæðar staðhæfingar, því meira hækkar tíðni þín og betri hlutir fara að gerast fyrir þig. Að vera hamingjusamur eru ekki forlög. Þú þarft að skapa þína hamingju sjálf. Gott er til dæmis að setja hressandi tónlist á. Gera það sem þér finnst skemmtilegt. Hvað finnst þér skemmtilegt? Finnst þér skemmtilegt að borða súkkulaði? Gerðu það þá. Finnst þér gaman að dansa? Dansaðu þá. Finndu barnið í sjálfum þér. Slepptu öllum hömlum. Gerðu það sem þig langar, núna strax. Endorfínið hleypir hamingjutilfinningu út líkamann í hvert skipti sem þú hlærð. Þá streymir það út allan líkamann. Og veistu hvað? Það kostar ekkert að hlæja. Ef að þú ert leið, þá skaltu horfa á eitthvað sem gleður huga þinn. Til dæmis eru skemmtiþættir eins og Friends. Já, Friends, akkurat þeir skemmtiþættir. Börnin mín horfa rosalega oft á Friends, aftur og aftur og aftur. Og ég segi að við þurfum kannski ekki eins mikið á sálfræðingum að halda ef við horfum á þessa þætti. Eða bara ljósmyndir sem vekja skemmtilegar minningar. Eða bara hvað gleður huga þinn. Spáði það. Hugsaði það. Leið og þú byrjar að gleðjast, þá breytist heimurinn í kringu þig. Þá kemur kafli 9, sem er hláturskafli. Hér ætla ég að fá skemmtilegt fólk til að hlæja, að því hláturinn breytir öllu, eins og ég var að segja frá áðan. Ég ætla að minna ykkur á það og það kostar ekki neitt að hlæja. Bara að horfa á skemmtilega bíómynd eða brosa af einhverju gömlu sem að gerðist einhver tímann, stroka út við leiðilegur huga okkur, hlæja. Númer 1, 2 og 3.
einkalífið. Kafli 10. Við erum öll á þessari jörð spámenn. Það er ekkert Guðs útvalið fólk sem eru eitthvað frekar spámenn en aðrir. Ég ólst upp við það í sveitinni að það var alltaf verið að spá. Ef að þú hefðir alist upp við það, þá væri þú jafnvel sífellt að spá. Sumir alast upp við það að hafa alltaf músík í kringu sig og þá eru þeir oft með meiri músíkgreind. Það er talið að spátónskáan og músíkgreind komi úr sama heilahveli eða úr vinstra heilahveli. En ég veit nú ekki hvaðan ég las þetta. Þú ert sífellt til dæmis að fá hugboð, ekki satt. Þig dreymir fyrir hlutum eða þú færð eitthvað vist á tilfinninguna. Hefur ekki reynt það? Oftar en ekki kemur það fram að þú hefur rétt fyrir þér. Það er ofsalega mikilvægt að skrifa niður þá spurningu sem þú vilt fá svör við og setja spurningamerki fyrir aftan og kasta henni svo út í alheiminn. Áður en dagur líður færðu svar sem berst þér í hugsun. Þá skaltu þakka fyrir. Í hvert skipti sem þú þakkar fyrir svörin sem berast þér, þá færðu fleiri svör og þá færðu hærri tíðni til þess að þessi gjöf sem við öll erum með stækki og þróist. Heilsan. Heilsa er það mikilvægasta sem þú átt. Þú verður að passa þig á því að taka ákvörðun að vera með góða heilsu. Oft biður þú alveg óvart almættið heilsuleysi. Ég hef til dæmis í gegnum tíðina orðið oft mjög veik, lent oft inn á gjörgæslu, þurft að fara í nokkra uppskurði og svo framvegis. Ég hef tekið eftir því að áður en ég verð veik hef ég sagt: ég er búin að fá nóg. Ég get ekki meira. Ég er að gefast upp. Bara þessi skilaboð fóru með örskotshraða í allar frumurnar mínar og þær byrjuðu að breyta tíðni sinni. Settu veikindastað til að einhver myndi hugsa mig. Það biður enginn beint veikindi, en með því að segja ég get ekki meir, þá er það ávísun á veikindi. Þá hefurðu óbeint beðið veikindi. Það er erfið staðreynd að kyngja. Núna, þegar ég segi að ég sé búin að fá nóg, þá hreinlega ét ég orðin ofan í mig aftur. Ég opna munnin og treð þeim ofan í mig aftur. Orð eru álög og allt sem þú segir byrjar að gerast. Taktu eftir því að þeir sem tala mikið veikindi virðast fá miklu oftar sjúkdóma en þeir sem segja: ég er alltaf svo hraust. Þú þarft að segja á hverjum degi, jafnvel oft á dag: ég er hraust. Mér líður vel og þá mun þér líða betur. Þú skalt blessa allt sem þú borðar, því það er alveg eins með matinn eins og vatnið.
Ef þú setur jákvæða hugar orku í matinn, þá verður hann þér að góðu. En ef þú ert sífellt hrædd við að fæðan fyti þig eða geri þér illt, þá gerir hún það. Reykingamenn sem segja við sígarettuna: "Úff, þetta á eftir að drepa mig", þá er það alveg örugt að það eru meiri líkur á að sígarettan geri það. Svo meðan þú reykir eða borðar óhollt, þá skaltu gera það af heilum hug og með glöðu geði. Jæja, þá er það næsti kafli og hann heitir peningar. Þeir sem að tala að þeir eigi aldrei peninga munu aldrei eignast þá. Það er til dæmis sannað mál að flestir þeir sem fá lottóvinninga eru búnir að eyða öllum peningum innan 2 ára og eru oftast búnir að koma sér í meiri vandræði en þeir voru í. Þú þarft að segja margoft á dag: "Ég á nóg af peningum. Peningar streyma inn til mín. Ég elska peninga." Ef að þið hugsið neikvætt til peninga, haldið það að það skipti ekki öllu máli að fá peninga, þá náttúrulega sjálfsögðu fáið þá ekki. Því að allt sem þið elskið, það kemur til ykkar. En þið megið heldur ekki vera nísk. Því eftir því sem þið gefið meira, þá fáið þið meira. Ef þú elskar eitthvað, þá færðu meira af því. Ef að þú segir til dæmis: "Peningar streyma hraðar út en þeir koma inn", þá gera þeir það. Þú verður að sjá fyrir þér ríkidæmi. Þú getur hugsað fátækt og þú getur hugsað ríkt. Það er ákvörðun. Þá ætli ég aðeins að spekulera í útliti. Þú getur haft feitar hugsanir og mjóar hugsanir. Því að þeir sem hafa feitar hugsanir hafa miklu meiri tilhneigingu til að fitna heldur en þeir sem hafa grannar hugsanir. Það sem þú óttast vill nefnilega læðast að þér líka. Svo byrjaðu daginn á að segja: "Ég óttast ekkert. Það verður séð vel fyrir mér." Ég fer til dæmis fyrir framan spegilinn og breiði út faðminn og segi: "Ég elska þig, fröken Klingenberg, þú svo mjó, það er ótrúlegt. Ég er mjó, ég er mjó, ég er mjó, ég er mjó. Hó, hó, hó." Kannski ekkert hó, en allavega ég er mjó, það er bara hreinlega þannig. Síðan ég byrjaði að nota þessa staðhæfingu hef ég grennst 20 kíló. Halleluja og takk fyrir, segi ég nú bara. Og ég er alveg viss að þetta hefur allavega hjálpað mér. Sumir segja við mig, þeir að spássera einhvers staðar, koma upp að mér og segja: "Rosalega ertu fínt klædd. Hvað, ertu í sparifötum? Ertu að fara eitthvað merkilegt?" Þá svara ég: "Elskan mín, ég er alltaf í sparifötum. Því hver dagur er sparidagur fyrir mig. Og þetta er mitt sparilíf. Og þetta er mín sparimínúta. Ef þér er slétt sama hvernig þú klæðist og ferð í þreyttu flíspeysuna og joggingbuxurnar sem eru merktar einhverju fyrirtæki og með vonda hugsun út í lífið og skilur ekkert í því hvernig gengur hjá þér. Að Guð sé bara óréttlátur. Þá segi ég: Taktu nýja ákvörðun og farðu að elska.
Ég elska lífið. Það svo stórkostlegt. Já, ég vil heyra ykkur segja þetta upphátt. Ég elska lífið. Það svo stórkostlegt. Og ykkur á að vera alveg sama þó einhver heyri í ykkur. Það alltaf frábært að heyra svona tilvitnun. Ég segi, ég elska fötin mín. Þau fara mér svo vel. Ég elska líka þessa margbreytilegu veðrátt á Íslandi sem hefur svo mikinn karakter. Farið að elska vindin og veðrið og sjáuð hvað Ísland margbreytilegt og gott. Ég elska vinnuna mína. Ég hlakka til að fara í vinnuna. Og með það í farteskinu þá verður betri dagur í vinnunni því sálin fer á undan ykkur og hjálpar til. Kafli 14 heitir markmið. Ég skipti þessu öll í kafla því hún Brynja Valdís vinkona mín sagði það skipti öllu máli að hafa kafla svo þið geti flett aftur og bak og fram. Svo að ég þakki henni Brynju fyrir það að hafa þetta svoleiðis og ég vona að það verði einhver hjálp fyrir ykkur. Það mjög mikilvægt að setja markmiðin sín upp á töflu. Þá visku fékk ég meðal annars úr myndinni Secret eða leyndarmálið. Mín tafla ísskápurinn. Þar ég búin að skrifa 1.000.000 króna tékka. Setja mynd af frábæru húsi. Ég reyndar ekki búin að setja neitt mann upp á ísskápinn. En það kemur. Það kemur þegar ég tilbúin. Settu þér markmið strax í dag. Það engin takmörk fyrir því hvað þú getur fengið út úr þessu blessaða lífi. Þú ein setur þín takmörk. Kafli 15. Trúin. Ég hef í gegnum tíðina verið mjög trúþyrst og skoðað hin ýmsu trúarbrögð. En eftir situr aðeins ein bæn og mér langar að deila henni með þér, því hún breytir lífi mínu á hverjum degi. Hún hljómar svona. Trúðu á tvennt í heimi, tign sem æðsta ber, Guð í alheimsgeimi og Guð í sjálfum þér, og Guð í sjálfum þér, og Guð í sjálfum þér. Þið búin að ná þessu? Og Guð í sjálfum þér. Þú nefnilega svarið við öllu. Farið aftur yfir kafla 15 og hlustið á þessa bæn. Mundu það að þú skrifar handritið að lífi þínu. Þér gefinn sá máttur þegar þú fæðist í þennan heim að hafa val. Hvað vilt þú? Þú skalt velta þessari spurningu fyrir þér. En þú verður að vita hvað þú vilt. Annars getur lífið ekki fært þér það. Jæja, hérna kemur enn ein dæmisagan. Ég elska sögur og setningar. Mitt líf byggist á sögum og setningum. En þessi saga hljómar svo. Einu sinni var ég að keyra með elskulugu dóttur minni. Hún var að hughrista ömmu sína sem átti í mjög erfiðum veikindum. Hún sagði, amma mín, þú munt læknast ef þú trúir því. Trúin flytur fjöll. Nákvæmlega á því augnabliki keyrði fram hjá okkur stór flutningabíll sem á stóð. Trúin flytur fjöll, en við flytjum allt annað. Flutningamiðstöðin HF. Kafli 16 mottó. Ég hef reyndar mjög mörg mottó. Stundum breyti ég mottó oft á dag, eða bæti, segi ég freka við, bæti við mottóum.
Eitt hljómar svona og mitt aðalmottó. Taktu lífið ekki of alvarlega, því þú kemst ekki lifandi frá því. Spáiði mjög vel í þetta. Við erum alltaf að taka lífið of alvarlega. Ef við hættum þessu og verum meira glöð yfir hlutunum, setjum og merkjum við hvað við brosum við, hvað við elskum og þökkum fyrir, þá breytist allt okkar líf. Ég hef oft pælt í því og ég hef nú oft spáð í jarðarförinni minni reyndar, af því ég ætla nú að reyna að hafa dálítið skemmtilega jarðarför. Og ég hugsa oft hvað mér myndi langa til að segja ef ég væri stödd við mína eigin jarðarför. Myndi mér finnast þessi kona hafa verið skemmtileg? Hefði ég viljað vera vinkona hennar? Var hún góð við fólk? Gerði hún sitt besta? Ég vil að þú staldrir aðeins við þetta. Hvað myndi þér finnast þig ef að þú væri stödd við þína eigin jarðarför? Var þessi persóna sífellt að nöldra yfir smáatriðum? Var hún úrill og pirruð við börn? Eða hvernig líkaði þér eiginlega við hana? Mundu að þú getur breytt öllu bara með einni ákvörðun. Hvernig persóna vilt þú vera? Hvernig persónu líkar þér við? Sjáðu það fyrir þér að þú sért orðin svipuð þeirri persónu sem þú vilt líkjast. Og sálin byrjar að breyta þér. Það byrjar að gerast. Þú ert nefnilega töframaður. Þú hefur valdið. Það þurfa nú samt ekki allir að vera eins. Það eru allar sálir eins og regndroparnir. Engin eins. Það eina sem ég get gert að vera ég sjálf. Mér til dæmis alveg sama hvað öðrum finnst. Vegna þess að ég get bara verið ég sjálf. Ef ég reyni að þóknast öllum, þá ég ekki lengur ég sjálf. Hugsaðu þetta eitt augnablik. Gerðu það sem þér sýnist. Láttu Komiði sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Klingenberg, ég spámaður og lífskúnster. Hver sá sem hlustar á þennan disk þarf að hafa einlægan vilja til að taka þá ákvörðun að njóta lífsins. Ég vil benda þér á að hafa þennan disk í bílnum hjá þér og hlusta á hann þegar þú ert ein, helst á hverjum degi, minnst í 10 daga. Þetta samansafn af reynslu minni, skoðunum og hugmyndafræði sem ég hef tínt til héðan og þaðan og hef tilengað mér. Hamingjan ekki sjálfgefin. Hún dettur ekki af himnum ofan. Maður þarf að vera meðvitaður til að vera hamingjusamur. Eina manneskjan sem getur gert þig hamingjusaman ert þú sjálf. Ég að verða 50. Ég hef aldrei verið eins hamingjusöm og ég í dag. Ég lít betur út en þegar ég var 30 og ég hef helmingi meiri orku en þegar ég var 20. Í gegnum lífið hef ég haft mikinn áhuga á mannrækt og svo áhugi kviknaði þegar ég var 18 ára gömul. Ég var ástfangin af ungum pilti sem var í mikilli óreglu. En það kom í ljós að hann hafði engan áhuga á fröken Klingenberg. Fylltist ég mikilli ástarsorg og fannst mér ég vera eina konan í heiminum sem hafði upplifað þá sorg. Ég hélt að það myndi aldrei koma sá dagur að ég yrði kát aftur. Ég lokaði mig algjörlega af
hafði engan áhuga á lífinu og tók að lokum þá ákvörðun að gera tilraun að svipta mig lífi með því að taka mikið magn af töflum. Sem betur fer heppnaðist þessi tilraun ekki, en ég hélt áfram að vera gífurlega þunglynd. Til mín kom þá kona sem heitir Erla og gaf mér bókina Lífsgleði njóttu eftir Dale Carnegie. Í bókinni voru dæmisögur af manneskjum sem voru að drepast úr volæði, áttu ekki bót fyrir boruna á sér og svo framvegis, en eingöngu með því að taka þá ákvörðun að sigra og ná árangri breyttist allt líf þeirra. Höfundurinn Dale Carnegie sýndi mér einnig það að ég get það sem ég vil og allt er mögulegt. Carnegie vitnar meðal annars í orð Henry Ford, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, sem sagði: hvort sem þú heldur að þú getir gert hlutina eða ekki, þá hefurðu rétt fyrir þér. Ég ætla að lesa þessa setningu aftur, mér finnst hún svo ofboðslega mikilvæg. Hvort sem að þú heldur að þú getur gert hlutin eða ekki, þá hefurðu hárrétt fyrir þér. Eftir að ég las bókina, opnaðist fyrir mér nýr heimur. Það sótti að mér mikil þrá að komast að öllu sem ég gæti gert til að efla lífskraftin. Og mér var það ljóst að það sem skipti mestu máli í lífinu er að taka ákvörðun. Þú getur breytt lífið þínu á 12 mínútum með því að taka ákvörðun. Hvaða ákvörðun ætlar þú að taka í dag? Til dæmis, hver sem hlustar á þennan disk þarf að hafa einlægan vilja að taka þá ákvörðun að njóta lífsins. Ert þú tilbúin? Sem dæmi. Ætlar að hafa góðan dag? Það er ákvörðun. Ætlar að vera hamingjusöm? Það er ákvörðun. Ætlar að vera í fúlu skapi? Það er kannski ekki svo rétta ákvörðun, en það er þó ákvörðun. Leið og þú tekur ákvörðun, þá byrja hlutinir að gerast. Það sem ég hef lært til dæmis, að það eru staðhæfingar sem breyta lífið þínu og þú verður alltaf að staðhæfa í núinu, annars virka staðhæfingar lítið sem ekkert. Samanber. Ég er hamingjusöm í staðinn fyrir ég verð hamingjusöm. Ég er hraust í staðinn fyrir ég verð hraust. Ég á alltaf nóg af peningum í staðinn fyrir ég mun eiga nóg af peningum. Sálin samanber undir meðvitund, meðtekur skilaboðin eins og unga barn. Hún gerir ekki greinarmun á réttu eða röngu. Því tekur hún öllu sem þú segir sem sannleika og fer eftir því. Til dæmis ef þú segir: ég er aumingi, ég get aldrei klárað þetta. Þá meðtekur undir meðvitundin það sem sannleika og fer eftir því.